Lúlli, ég sé þig. Komdu þér út. Hjálp! Þú ert ekki fyndifíflið. Nei, hjálp! Bara drukkin auðmiki. Sérðu við hlæja mig? Bugga! Víu! Komdu þér út. Ég fann þegar allir elskuðu mig. Dáðu mig. Ég þarf bara að póka með aðeins fleiri afmælisveislur og þá mun ég alltaf vera frægur og allir mun elska mig aftur og konur mun taka mig aftur og ég mun sjá börnin mín Undan borðinu, sagði ég. Komdu Nei. þér út. Nei! Komdu þér út, sagði ég. Ég með bjóð og skottandi engi trúar. Nei, hér! Ekki grínast. Heyrðu góða, þetta bara rassismi og bara þú veist hatturs og áðurði að minningahópum eins og okkar trúðum. Þú ættir að vera alveg bara skammast því bara. Ég má vera sem ég vil vera. Sveinn skal bara lekka það. Skott og gera það snappi. Kann ekki að snappa. Lestu skiltið hana hálfviti. Drullaðu þér út. Ok, róla næsti. Ok, þú verður ekki setja skiltið. Ég sagði drullaðu þér út. Ok, sko, við erum aðeins sem... Ok, hvernig lók maður? Sigurvegarinn í flokknum Hrúður ársins Snúðri K. Snúðmundsson. Gefum okkur. Takk. Ég vil bara þakka hann þjálfara minn og mömmu og pappa, sérstaklega pappa, hann alltaf ýta mig áfram og já, takk og eiginkona mín náttúrulega og hann elsku börnin mín og ég bara takk. Þetta ekki hann Snúlli? Trúður ársins? Já, það er ég. Vel gert maður, vel gert. Heyrðu, viltu nokkuð prófa þetta? Prófa? Hvað? Prófa svona helium, sko. Allir í trúðarútgerð þetta, sko. Helium? Þetta er good shit, sko. Nei, ég fyrirgefðu. Ég er ekkert í svona ógeði, því miður. Ég lofaði mömmu minni að aldrei taka svona helvitis ógeði. Hættu með þessa helvitis afsakanir, maður. Hvað, fáðu þið bara eitt lítið skamt, sko. Þá bara kemur allt í lag, sko. Nei, góði. Ég var ekki trúður ársins með því að vera
Já, mitt. Hvað er þetta að segja, gaur? Viltu nokkuð að vera frægur, ha? Viltu komast í bransann, eða? Meina, hvað heldur sé búin að gera, kallið minn? Nei, ég meina... Þá verður að prófa eitt svona, sko. Ég er ekki að fara að gera þetta allt sjálfur, sko. Nema... Hvað komstu með þetta? Veistu hvað? Ef að þú prófar eitt svona, þá skal ég segja aðal sirkusstjóranum í bænum að þú ert rétti maðurinn til að vera í sirkusnum, ha? Hvað? Og vera smakt. Meinar það? Já, ég meina. 1-1. Ég meina... Já, gera. Velkomin í bransann, maður. Engar áhyggjur, elskunar mínar. Pabbi passar ykkur. Mundu þetta, elskan mín. Gerðu það sem þú vilt gera og aldrei það sem aðrir vil að þú gerir. Snúlli, hvað í guðna bænum ert að gera hérna? Þú ert með nálgunarbann og þú veist það vel, þú mátt ekki koma nálægt börnunum. Ég vildi bara sjá börnin mín. Ég var alltaf uppáhaldi. Það var ég sem las fyrir þeim kvöldin og skemmti þeim. Pabbi! Elskuna mína hérna. Farið þið að sofa, krakkar. Pabbi ykkar er á leiðin út. Snúlli! Drullaður út! Annars hringi í lögregluna! Gerðu það bara. Þetta er allt líka þér að kenna. Einmitt. Og hvernig sér lögreglan það? Ha?
Þú sem braust inn í húsið, útdópaður ert að hræða greiðbörnin. Þetta eru börnin mín! Hvað myndið þið frekar vilja koma með mér? Eða vera í þessu húsi með þessum leika helvítis asna? Þar út! Snúli! Hvað ertu að gera? Ballett? Þú ert strákur? Já, ég held það allavega. Eða ertu kannski stelpustrákur, auminginn? Ég vil ekki vera trúðu, pabbi. Ég lofaði afanum því. Allir kallmenn í okkar ætt hafa verið trúðar. Ég, afinn, langafinn og langafinn. Allir trúðar, verið neitt. Ég er stelpustrákur. Ertu vaknaður, Snúli minn? Kona þín og börnin þín bíða frammi, ég læt þau vita. Konan mín? Ég þarf að bæta mig. Ég er að fara á AA-fund. Við sjáumst á eftir. Á ég komið með búinn á leiðinni heim. Heyrðu, já takk, krakkanum langar súkkulaðís og ég var bara til í mynduís og viltu svo bara kaupa eitthvað í matinn, hreinlega? Já, ég geri það. Hvar er mamma? Hún er út í skan, hún kemur rétt bráðum. Hæ mamma mín, má bjóða graut? Nei, ég vil leika helvitis hárabjörnskrakki. Þú er alvöru líf. Hvað er göngutúr, Tína mín?
Tína, ferð þú bara upp í herbyggja að leika þér? Hvað er í gangi? Ert þú Kjölfa? Þetta varðar ömmu þína. Hún er látin. Já, hún fannst látin í rúmi sínu í morgun og það virðist ekki að verið slys. Okkur þykja að leit. Við bara verðum að spyrja þér nokkrar spurningar. Mér skilst að þið hafi verið mjög nánar. Gylfa, ertu vakandi? Allt í lagi. Þetta er bara martröð. Dóttir mín er ekki að upplifa eigin æsku. Nú man eftir því þegar. Við höfum vitni sem sá þig að labba heim til ömmu þinnar síðastliðið föstudagskvöld og aftur heim í kringum miðnætti, rétt eftir að talið er að amma þín hafi látist. Hvað gerðist, Lovísa? Lovísa, myrtir þína eigin ömmu? Þú vilt kannski fara og kíkja á Tínu, sjá hvort að það sé ekki í lagi með hana. Ég veit að þú ætlaði ekkert að gera þetta, Lovísa, en þú verður að segja mér hvað gerðist. Voruð þið ósammála? Fóruð að rífast? Greipst það fyrsta sem náðar í? Hnífinn? Og slóst til hennar. Svo þegar þú áttaði því hvað hafði gerst, sástu eftir því. Og svo bjástu hana í rúminu. Er þetta það sem gerðist, Lovísa? Ég veit ekki hver mun lesa þetta. Kannski enginn. Kannski mamma eða lögreglan. Kannski einhver sem vill skilja. Ef einhver vill það. En ég er ekki að skrifa þetta til þess að útskýra eða afsaka neitt. Ég verð bara að koma svo frá mér, annars spring ég. Og mér er sama hvort þú trúir mér eða ekki. Svona var þetta. Og það skiptir ekki máli hverju trúa því og hverju halda áfram að líta á mig sem skrimsli. Því ég veit að margir í bænum líta á mig sem skrimsli. Ég heyrði fólki í bænum hvískra stelpuna sem að drapa ömmu sína, sálarlaus manneskja, hvað er að krakkanum, ógeðslegt. En það var ekki þannig og þau veit ekki neitt. Meira að segja mamma, bróðir minn, allir í skólanum, snerið mig baki. En enginn vildi hlusta. Enginn vildi raunverulega hlusta á mig. Það sama hvað ég hefði sagt, það hefði bara verið notað gegn mér. Fyrir þeim er ég bara skrimsli sem drap ömmu sína. En ég gerði bara það sem hún bað mig um. Hún sagði ég yrði að gera þetta. Og ég treysti henni. Hún var amma mín. Og hún var líka svona eina sem hlustaði á mig. Eina manneskja sem að sá bugurina í augunum á mér. Og meðan aðrir sá bara brosið. En svo fór hún. Og ég líka, andlega. Ég hef engan lengur til að tala við. Engan að fara til þegar mér líður illa, engan að gráta hjá. Ég er orðin algjörlega ein. Og verð alltaf að vera sterk
og brosa. Ég er ekki að biðja vorkunn eða samúð. Ég er að skrifa þetta því enginn vill raunverulega hlusta en ég verð að segja þetta. Þetta var ekki hatur, þetta var loforð. Gylfa Magni.